Ég heiti Maggi Mix og ég er með tróðfullan munnin af Domino's pizzu. Þið eru að hlusta á Tveir fellar og slakiði á. Já, þetta er ekki flókið, þið eru mætt hérna að sjálfsögðu, það eru 2 fellar. Nánast 3 því ég er náttúrulega að fella og ég bjó til lag sem heitir eitthvað I'm að fella eða eitthvað, ég veit ekkert það en það er önnur saga. En við ætlum bara að spjalla, malla og bara hafa gaman, fá pizzusneið, svo sjálfsögðu er ég með the goodie bag. Mikið rétt En Maggi Mix er í húsinu. Já, velkomin í podcastið. Já, þakka fyrir, velkomin líka. Já, takk. Þú byrjar þetta allt 2010, ekki satt? Svona við getum orðað þannig 9-10 sem að bara blow up. Sko ég var löngu byrjað sko. Já, ok. Þú veist, fyrsta lagi 11, svona solid lag 15 og svo bara Það er skyrocket. Yes. Já, ég var nefnt að skoða tímarit.is og það er fyrsta fréttin með þér er hérna, ég minnir að var á fréttablaðinu en þá er talað sem á þessu svona fræg samfélagsmiðlastarna út frá matreiðslu þáttum. Að sjálfsögðu, kallið minn, að sjálfsögðu. Og það sérhæfað í ódýrum réttum. Já, sko galdurinn er sá. Þú veist hvað er jógafél er? Já. Eldsnöggt með jógafél og það þarf þetta krydd, koriander, bla bla bla, það tekur 4-5 tíma, skilur. Svo sérðu eitthvað með einhverju skvísu að núti, einhverja bjúur og kjúlar og óala flott og marinera yfir nótt, skilur. Ef þú ert að greifa, skilur. Þú ert heima höður, út svangur, þú veist, annarkoð hringir í Domino's, eða gerir þetta núleitni heima. Þú ert ekki að fara að marinera Domino's pizzu í 2 sólarhringa, skilur. Nei. Þú veist, ef þú ert graður og þú ert ekki að fara að marinera pungin í sólarhring. Nei, fyrir mig ekki nánar í það. Þetta er mikið rétt. Þannig ég ákvað bara einhvern veginn, hvað getur fólk gert heima hjá sér? Þú veist, getur það rifið ost úr ísskápnum? Yes. Hvað getur það gert með ost? Jú, bræða ostinn. Þú veist, er ekki allir að fá sér brauð með ost? Brauð er óholt. Akkur ekki bara bræða það ostinn og setja smá krydd yfir, málið steindautt. Þú getur skipt hann Ozzy Osbourne eða eitthvað, þú veist, sem dæmi, sko. Og það var einn skemmtilegur réttur sem við gerðum sem var einhvern veginn spagetti með cheddar. Spagetti með cheddar? Nei, einhvern veginn pasta með cheddar, ekki einhver. Ég er búin að gera allt með. Við erum tala dæmið það sem hellir yfir fartölunni, eða ekki? Já. Jú, það voru franskar held ég. Já, voru það franskar? Það voru franskar, ok. Já, þetta var þannig, sko, ef þetta væri, sko, diskurinn bara. Já. Sko, þetta var ekki heppni. Sko, ef þetta væri pizza. Herru, pizzan er komin maður. Herru, ég bara. Þú getur tekið dæmi með disknum, sko. Láta pizzuna lenda á öðrum disk. Herru, ég ætla að segja hana. Pizza. Já, sko, þetta var þannig meðan hann er að tala við kallinn. Já. Að ég er með allt drasli á pizzunni og allt hérna á disknum og myndavel er svona einhvern veginn svona í ló, skilur. Hún sér ekkert hvað er í gangi hérna, skilur. Hún sér ekkert. Þannig ég þurfti svona að halla svona sjáu og það bara fór allt niður, sko. Þannig þetta var ekki viljandi? Nei, þetta var ekkert leikið að planaði viljandi, þetta var bara svona. En það voru viðbröðin bara shit fuck, bara alveg. Já, þú veist, ég er svo rólegur eitthvað. Þú veist, ef ég væri ekki að taka það er bara eitthvað. Þetta móti gæjan, ykkur? Þetta móti gæjan? Já. Ég var að horfa á þetta á þann og ég skallur hlátri. Sérstaklega það varst alltaf það er alltaf aftur og aftur. Ég varst að fárlega að finna því, sko. Já, nefnir að taka móti pítsuna. Ég sé þetta ofta á þessan. Jesus Christ, hvað er mannasiðin fellari, sko. Bara mannasiðir hérna. En já, hvað tölva var þetta sem við heldur yfir? Þetta var eitthvað MacBook Air. Eitthvað svoleiðis. Bara eitthvað. Joke. Þetta er með pítsuna? Já, útskýri fyrir þeim af hverju þú gast ekki náði hérna. Nei, ég er fótbrotinn. Af hverju þetta fótbrotinn? Nei. Fyrst er það bankabókin, you are MF broke, svo er það löppin broke, þú veist hvað er það næst? Táin, já. Pizza þín sem þú færir, hvað var það? Skingu seppur annars og ég kallar þetta mixarinn, þetta er bara svoleiðis. Já, ertu ekki búin að heyra í Domino's og sjá hvort þið er að setja þetta bara að þér? Sko, það er málið að það væri rauð út á dyrum, sko. Já, hérna er mér cheese. Meat and cheese. Dining cheese. Náttúrulega ekki pizza og hérna þín. Meat and Jesus. Meat and Jesus.
er ekki vinsælt. Óli heimtaði Nutella gott. Sko, Það var að henda sér Nutella. Þetta breytist í mukbang. ok, ég er að sýna ykkur triksi, Þetta er sko. mukbang. Þetta er triksi sem að, sko, ég lærði áður en þið voru mistök. Að þú heldur ekki svona á pizzu. Það fyrir alltaf. Nei. Og tekur góða klemmu Já, einmitt. Þetta er bara nákvæmlega sem maður gerir. og tekur svona, og gerir þetta svona sexy. Það má ekki vera R-rated, sko. Við sittum að TikTok og kennum þetta með TikTok. Og þú gerir svona snúninginn. Málið stein tautt. Það er heitt maður. Þetta er ekki svolítið inn. En já, myndir ekki segja að svona 2 vinsælustu klippunir voru það þau heldur í töluna og kannski þú varst að reyna að brjóta hambúrgarinn í sundur. Hója! Já. Það var alveg helvíti fyndið, sko. Þetta er svolítið skemmtilegt, sko. Þú gerir vídeo, þú vandar þig rosalega við að gera vídeo. Kannski 1000 views, 500 views. Svo gerur eitthvað bara alveg bara, það er allt svart, ómögulegt, low light, þú veist, ekkert spennandi, vindkviða, 10.000, þú veist. Já, einmitt. Það er ekki endilega gæðin sem fólk er að sækjast í, það er einhvern veginn. Það er alltaf satt á TikTok, low qualities are always the best. Þannig Já. að TikTok. Og... Low res, ekkert stress. Nei. Mikið rétt. Þú verður með fullt af nýjum quotes í þessu bókastumæður. Já, þetta kemur bara, sko. Já, einmitt. Það fyrir ekki að vinna auglýsingarstofu. Það var alveg svakalegt. Ef að gera eitthvað auglýsingu, þú veist, komið með eitthvað og ég ætla að gera auglýsingu. Dominos. Nutella gott. Hefur það gott. Þú hefur það nefnilega ekki allt of gott. Fáðu þér Nutella gott. Það er bara heldur gott, sko. Já, ég sé það. Fáðu það gott. Nutella gott. En þú reynir að auglýsa fangelsi. Áttu ekki fyrir mat. Brjóta að þér. Fara í fangelsi og fá þér frían mat. Kapís. Það er ekki flóknað en það. Það er náttúrulega gott, sko. Já, sko. Þetta er bara svo Pétur Jóhann í fangavættunni. Það er ekki borga leigu eða neitt. Nei, það er ekki borga leigu, sko. Nei. En leggur þú mikið svona, þú veist, leggur þú mikið á þig fyrir þessu vídeo? Þú veist, ertu alveg að hugsa mikið í Nei, quality sko, og... þegar maður er búin að vera núna, við skulum bara ímyndum okkur sem er búin að vera í svona 10 ár, svona solid. Og ég veit að fólk sem er núna er alveg fyrst. Það er fyrst að byrja í bransanum, það er, þú veist, athyglisíkin, það er að skoða lækin, það er viewin, skilurðu, þetta er ógeðslega spennandi, skilurðu. Og það getur ekki sofið og svo segjum og setur vídeo á TikTok, 10.000 áhorf. Hvað gerir það? Þú er ógeðslega glaður, eða ekki? Þú ert fellar og sellar og bellar og eitthvað svona og glaður. Og þú verður svo glaður að þú bara út að meika það, sko. Svo setur annað vídeo, jafnvel sama dag, kvöldi, daginn eftir. Þá er allt í svona 2000 og 100 likes allt í hennu. Akkurru og þá verður þú eitthvað í fílu og svektur við því og skilur ekkert í því og þá langar þér að fara að bæta það upp og gera eitthvað ógeðslega flott og þá er það tú flott, skilur engin áhuga. Þannig að allt sem að svona tricks fyrir ykkur um TikTok, allt sem stuðar fólk, það virkar. Já. Allt sem stuðar, sko. Ef ég segi eitthvað svona hvað, ertu á móti bleiku fólki, samt er þetta með bleik hnífapör eða eitthvað svona, þú veist, og eitthvað svona og það, þú veist, hver er bleikur, þú veist, er ekki að tala um hvítur, svartur og gulur, skilur, hver er bleikur, ertu á móti gulu fólki, samt horfður á Simpson, þú veist, bara eitthvað svona, þá er ég stuð af fólki, sko. Já. Eitthvað svona, hvað með innan, þú veist, og svo er ég búin að slökka fyrir kommentin á TikTok, ég var bara nenni. Ertu búin að þeim? Já, ég veit eitthvað svona. Sáði í vinnunni, varst að klóra í raskatinu, ertu með njálk. Og svo þá fyrir allir að halda það í sem mjölu með njálk. Nei. Það er sem dæmi, sko. Já, ég skil. Einu er alltaf með njálk náttúrulega, sko. Já, Af hverju, þetta gera þetta. Þú ert með njálk, það er alveg. Ég sá hann í vinninni, sko, hann var komin að hálfa meter hann upp, sko. Já, þú meinar. En hvað er þetta að fá svona mörg views núna á TikTok? Þetta average
Það sem ég gerir sko, ég meira svona, sumir að mata, þú veist, það alltaf verið símatandi, mataði skilji sko, fæða og mata, að það verið að setja 3-4, alltaf verið stöð að setja inn. En ég meira svona, ég set eitthvað inn og læta malla, skilur, og svo býði bara, það kemur kannski 1000 views, 2000 views, 3000 views, ég bara tjekka viewsunum, bara, sko, aðeins annað borð, hvað gamli að fá hérna? Sko, average svona því viewsi. Við fórum að kompera það. Svo tricks ég á TikTok sko, að leið og opna TikToki þá byrja alltaf ógeðslega hátt. Já. Og nú ég ógeðslega lágt stilt í símanum mínum, svo opna ég TikToki, ekki þá að still lágt, já. Þeir vil alltaf hafa allt svo hátt. Lækum bara, ok, fyrir meira á mig hérna. Já. Ég með núna 18,9k followers, 93k likes, og ég að followa aðeins 433. Ef þú ert að horfa, þá ég mögulega ekki að fara að followa. Herru, 1 vídeo 24, 33, 68, 10. Þetta svona, það mest megnið af þessu eitthvað 10 Já. Og 22 og svo svona 5 inn á milli. Einmitt. 1 var bara eitthvað algjör drasl. Það var bara svona. Þú veist, ég var bara í bíói. Myndi var að byrja, lowlight, algjör drasl, bara gerði það búið. Já. Og hvað, það 5K? Eða hvað? Það 87, nei, 500 eitthvað. 500 eitthvað áhor, sko. Já, ok. Gekja. En ert þú mikið á TikTok sjálfur að skoða vídeo og fylgjast með það? Já, sko, það sem ég geri og ástæði fyrir ég ekki að followa þennan og hinn og hinn og hinn, að ég vil ekki að For You page sé stútfyllt af ykkur sem ég hef ekki áhuga á. Skilur, þú sér eitthvað kannski krakka hér, krakka þar eða eitthvað, já, ég ætla að followa mig eitthvað svona, og svo kannski við komum til bara að tala fótbolta eða bara í tölvuleik sem ég hef ekki áhuga á, skilur. Nei. Ef ég geti mögulega að followa eitthvað á þess að hann poppi upp hjá mér, það verður möguleiki. Já. En annars bara followa ég bara eins og ykkur og Já, við fáum þann heiður. já, bara einhverja sem ég nenni að horfa á, skilur. Já, takk fyrir það, mistari. Af hverju byrjaðu? Ykkur... Já. Sko, til að tala með fullan munnin og setja bara matinn á kinnina. Já, life hacks. Eða bara kingi. Eða kingir. Já, það var þannig, sko, Facebooki var byrjað þarna 2007, 6, 7, eitthvað svoleiðis. Já. Og þá var þetta bara likes og það var ekkert eitthvað svona haturslækkall, það var ekki reiðikallinn eða grátikallinn, það var bara like. Þú fílaði postin á like og þú kommentaði bara, flottur, gaman að sjá, eitthvað svona. Þetta byrjaði, svo kom like síðan og ég náttúrulega stofnaði like síðu og ég prófaði bara að elda eitthvað smá, eitthvað, þú veist, sker eitthvað kartni hérna, ég bjóti franskar úr hérna eplum, mjög sniðugt og mjög holdt og gott, maður bara borðað strax, maður mjög sattur, málið dött. Og það var ógeðslega vinsælt líka, sjáu þennan, hann flottur þessi maður, wow, sjáu þennan, sko, þú veist, að því ég var svolítið svona eins og fíbl, fattaru, ég var að leika fíbl, þú veist, ég var að vera svona eins og ég væri skrítin, skilur. Og þá var ég svona eitthvað franskar, eitthvað Siggi Hall, eitthvað svona, var eitthvað fíblast inni og eitthvað svona. Já. Og svo byrjaði náttúrulega balli, það þekkti mig enginn og þá byrjaði ljótu kommentin að koma, sko. Það hlýtur nú að vera eitthvað að þessum, hann eitthvað greindur eða eitthvað svona alls konar svona dót, sko. Og þetta var alveg nokkur ár, svo var þetta bara alveg hætt, sko. Þetta ótrúlega, þetta bara hætti, sko. Þetta dæmi, sko. Svo bara fór þetta, þú fór í fréttirnar og Stöð 2 og þú veist, og allt sem nýtt. Það fyrir beint í sjónvarpið, Stöð 2 og allt þetta. Já. Og svo bara malla ég bara, nú ég bara eitthvað staðar núna í dag, sko. Já. Eins og hér til dæmis. Einmitt. Svo þú fórstu eiginlega bara í sam mánuði á fyrsta fréttin að þeir koma út. Já. Fórstu bara beint í strákana. Já, það sagði á því, sko. Ég var náttúrulega með leksíðuna og allir vildu einhvern veginn, það var ekkert ég sem var að spá í það, sko. Það voru allir aðrir sem voru alltaf að segja, heyrðu, fáðu Magga í þáttinn og alltaf senda þeim svona, fáðu Maggi viðtal. Þannig að þeir svona urðu að fá mér í rauninni, fengu svo mikið, sko,
skilabóð, tölupóst sko Já. þannig að þá fór ég í viðtal Og í viðtalinu þá kallaður Gilsinegger mús. já, skemmtilegt að segja frá því að Gilli, eins og ég kalla hann og allir, þú veist, ef ég segi eitthvað þá kópir einhver aðrir og þykist eiga það sko Já. þannig að ég kalla hann bara Gilman Ok. Gilman, hann er geggjaður, hann er uppáhaldið mitt flottasti maður í heimi, geggjaður í bíómyndinni Fellar, Fellar góður Já, góða bíómynd sko. þetta var geggjað sko, Leinifellar geggjaður Leinifellar, já. nema það var svona eitthvað flip í gang, þú veist hraðarspurningar, þú mátt ekki hugsa eitthvað, hvað er Gilli Já. eða Gilsneggur, hvað er hann og er það fyrsta sem ég dætt í hug líkamsræktar þrönuður vöðvakall, þú veist halló, þú veist, hvað er Dominos? Pizza auðvitað, þú veist halló, er það eitthvað svona skemmtilegt þá bara mús, þú veist svo, hvað myndir þið gera fyrir milljón? Kaup mér Red Bull, það var eitthvað Red Bull á borðinu, skilur það var bara eitthvað svona flip, skilur Já. Hann var að pæla unlike like-suðina eina, sagði hann. hver? Gilsinegger, hann í fréttinni. Já, sko það getur vel verið en Hann var bara að djóka. já, hann er svona miskildi þetta sko en hann er bara toppur sko Já. Þetta er búin að svo leinluguna. já, Það er geggjum mynd. eru þið búin að sjá hana? Já, var á hann í ger. Ekki Já, hún er geggjuð sko Ég er ekki búin, ég ætla að henda mér á hana á næstunni. hún er góð sko þegar maður horfir á hana fyrst, ég er ekki að spoila neitt Nei. svo það sé alveg hennu þegar maður horfir á hana fyrst þá er maður alltaf svona maður sér alltaf fyrir sefinni í 5 blöð þú veist, maður er einhvern veginn svona maður var ekki alveg svona hún var ógeðslega góð þegar ég sá hana fyrst, skilurðu en í annað sinn var hún enn betri Já. að því að maður var svo mikla væntinga fyrst með eitthvað svona, er hún góð, verður hún betri til hlið eitthvað svona svo þegar maður er búinn að sjá hana, fer á hana aftur en ég mæli með að fara tvisar í bíó kannski með svona 2 vikna kannski viku, þú veist viku og svo viku, skilur þá er hún betri, sko að mínum að því, þú veist Það er alveg margir búin að fara á hann tvisvar. algjörlega, sko Já. En það var samt alveg geggjum mynd með því hvað, þú veist, það tók stuttan tíma að taka hann upp. já, Var það ekki bara 20 dagar eða eitthvað? ertu að meina þetta? Já, mér fannst ég sjá það eitthvað. Og eitthvað 70 miljón krónar budget. En betur, kom hann ekki bara út í gæra? Nei. Hvenær? Kom út á þriðjudaginn. No. Pæliði í einu, nú er ég rugla bara nú er ég hengdur eitthvað staðar en viti hver hvað heitir hann Aron Kahner já, viti allir hver Aron Kahner er æðislegur svo kemur hann í viðtal eitthvað staðar FM eða eitthvað staðar og þau eru eitthvað svo spurði hann út í þetta hvernig gerir þetta með textan og hvernig er þetta já, þú veist ég er ekki að segja nákvæmlega hvað hann sagði en þetta hljóma einhvern veginn, hann labba bara í stúdíó og segir eitthvað sem þetta í hug Já. og þá fór ég að hlusta á lögin sko, sem make a sense, skilurðu þetta er bara eitthvað bing bang bung upp og niður og hægri vinstri, skilurðu samt vinsæll, skilurðu Já. svo er einhver annar sem er að vanda sér rosalega tekur mánuð að gera engin hlustar bíómynd, tekin upp á 20 dögum allir, hvað þetta er góð mynd en heldur þetta að vera góð mynd og það tekið 2 ár, þú veist Ekkert endilega. Ekkert endilega. Það er kannski verið þreytt. já, Þetta er, þú veist, þetta er svona eins og ofhugsa bara. já, Nei. Þetta er bara eins og ofhugsa. já, það er rétt sko Já. Talandi um þína music, hvernig þitt creating cheers Það er hendið eitt svona. já, sko eins og ég alltaf sagt sko ég er ekki með stúdíó heima hjá mér Nei. þekki engan með stúdíó ég er bara þannig ef ykkur er með stúdíó og ykkur með eitthvað laga takt ég er mættur þetta er bara ekki flókið ég er mættur þú veist, ef við erum með takt þurfum við eitthvað rappi inn í taktin eða eitthvað, þú veist, ég getur rappa á staðinu þess að sko Já. og hann þá er ég bara mættur og búið sko en ég er bara ekkert með svoleiðis og svo eru aðri kannski með svona þú veist þekki þennan og hinn og þú veist Já. Já. það snýst eiginlega svolítið það sko að vera svona inn í ringnum sko Já. það er ekkert endilega að vera góður í ykkur heldur að þekka þennan og hinn Já, tengslanetti. Tengsli. það er tengslanetti sko
Það er Tala um í mikið dag, pínu, sko. tala um í dag að þú sett ekkert að nota neitt. Þú ert bara með tengsla neitt, sko. Ef ég myndi segja mér verið inn í hringnum, nú er ég fyrir utan hringin sko. Ok. Inn í hringnum er alltaf sama lið og ég ætla ekki að nefna en einustu nöfn, en það er alltaf sama lið inn í hringnum. Þegar þú kveikir á sjónvarpinu, þú sér alltaf sama lið, skilur, alltaf sama í sjónvarpinu, sömu gestirnir alltaf sama því það er inn í hringnum. Já. Svo fyrir utan hringin, það er fullt af góðu fólki. Leið á einhvern af þessu góða fólki sem er fyrir utan hringin, kannski kynnist einhverjum inn í hringnum, vera ógeðslega miklir vinir, þá hoppast hann yfir í hringin sko. Það er málið sko. Maður er að skella sér inn í eina hring, sko. Hvað er það að gera? Þið eru kannski mögulega, þið eru svona mögulega í podcastring. Það félag stampinuna. Góður. Það er litla sem hún hefur. Herðu, það er meira snægi frekar en eitthvað annað. En nóg það. Það er í drast. Já, ég er svolítið þekktur fyrir það að Þetta rústa. er gott, maður. Þetta Já, er gaman. Jú. Dissar, hvað er meira, Maggi? Hvað er meira? Meira, ég líka að drepa þig. En þá. Má ekki forsa þig sko. Þú verður að dissa Einar, hann er með brotnaðan lög. Hann er búinn að því. Já, já, Dissa, nú er ekki bankað að dissa svona yndislega menn. Nei, einmitt. Heyrðu það? Þannig að skýta allir. Svo fyrir munurinn á þér og Rollu. Hvað? Rollan er ekki fótbrotinn. Nei. Þessi var góður, sko. Þetta var rosalega fínt sko. Vinnur að þýra rollan ekki brotnaðan. Þannig að þetta er krullhæri sko. Ég ætla alltaf að segja enginn og þú krullar. Talandi um að rósta. Já. Nú er ég þekktur maður og koma fullt af fólki og svona selfie. Já. Og laugardöð þegar ég er að fara til dæmis í Skeifuna í búðina þar. Sus, ekki nefna neitt. Ok. Ok, og ég labba þar inn. Hey Maggi, maður fá selfie. Já, ekkert mál og það er svona 3-4 strákar kannski. Svo segi ég eitthvað svona, kannski það er bara bolli boll eða eitthvað. Eða krullvélinn, af því hann er krullaður, þá segir kannski bara krullvélinn mætt. Já. Svo heyri ég hann eftir 5 ár, kemur hann. Manstu þarna, þú hittir mig hann fyrir utan Hagkaup og þú kallar hann mig krullvélinn, varst að meina þetta? Og það eru búin að vera 5 ár bara að velta hessu fyrir sér, sko. Það er búin að skemma 5 ár, hann að ef þið viljið selfie og ég segi eitthvað krullvélinn eða ísvélinn eða what not, ekki eyða 5 eða 10 árum að lífi ykkar að væli við því, sko. Ég er ekkert að meina illt með því, sko. Nei. Ég hef verið 5 ára járn með þessu fótbrotn djóki sko. Já. Brottinni. Ég er ennþá einu sinni jafna mín eftir. Þú kallaði mig Mjónu Nei, ég er að byrja, ég hef aldrei hitt þig. Mjónu Jónu. Já. Herðu, það styttist í ég á ekki bara að vinda með, það styttist í því Gúri bag. Gúri bag. Gucci bag. Gucci bag. En fyrst við erum á samtalenu með að svona vera reknæsaður. Ertu oft svona tekin fyrir selfie og Já, blessaður. er það bara allstaðar? Þetta er eiginlega, sko, það er svolítið fyndið með selfie, en ég kannski þekki nokkra vini og vinkonur og alltaf því ég er með ákveðnu fólki þá er alltaf selfie einhvern veginn, ég hitti kannski einhverja mannesku einu sinni mánu, einu sinni viku og þann dag sem ég hitti manneskuna þá er svona alveg bara 100 selfie líku, bara selfie og svo eftir það er kannski bara svona 1, 2 og þá lítur þetta út þegar hún hitti mig, ég sé bara alveg bara huge skilu, Það er bara að nota þig. já, þetta bara hittist á alltaf. En þetta er svona, þegar maður fer í Kringluna Smáralind, þú veist, þá eru allir þar, þú veist, þú hittir alltaf ykkur sem að stekkur að þér og Mixi og Trixi og allt þetta. Ég hef bara séð í Kringlunni og í IKEA. Já, Þar hef ég séð. á snappinu þá eða í real life. Real life, sko. Þetta er bara Þú aldrei séð veifar hérna. ekkert. Ég eldi bara í svona 10 mínútur. Nei, Ég var svo langt í burtu, sko. Ég ætti að hlaupa og alltaf uppi, sko. Já, það er náttúrulega þú ætti að leggja á því til að hitta Magga sko. já. Ég bauði bara viðtalið í staðinn, sko. Maður reynir alltaf, maður þarf að setja upp svona nice face, þú veist, klukkan er 4 nóttu til, út fyrir utan kannski Æsland í Kópavoginum og þú ert alveg bara, þú veist, auguna eru bara alveg svona niðri, sko, þú ert bara að reyna að halda þeim opnum, þú ert alveg að sofna og það kemur eitthvað eitthvað svona og maður langar líka við, sko, bara keyra yfir hann, bara, þú veist, ekki miskilur þetta er mixarinn að tala, sko. Hann hefur bara kert yfir 3, sko. Já, mér langar svona aðeins að, þú veist, láta hann heyra, sko, eða þú veist, láta hann hverfa í smá tíma, sko. Svo kemur hann og bankar á rúðina svona,
Bara á bílnum. Já, hann, þú veist, ég alveg svo kemur hann og ég henni í bíl alveg stípnaður upp og svo skrúa ég svona niður blessaður, hvað segir menn? Grassir selfie, sjálfsögðu selfie tekur hann að síma hérna Selvi, já, tekur hann að Selvi hérna og allir glæði sko Já. gaman að segja, hafa það gott keyra á stað ekki það ég vil ekki taka selfie, þetta er bara svona klukkan 4 á nótt til Já, einmitt. hún að vera að vinna Það er ein og- föstudagur, þú veist Það reynir maður mikið kannski að banka rúð á bíl. fólk er svona eins og eiginmann sko Já. Jésús maður Hefur aldrei verið bara, er það ekki í dag, því miður og svo er það líka sko eins og með svona samfélagsmiðluna, maður á að vera eitthvað fyrirmynd, það er eitthvað búin að stimpla mann að því maður er með einhverja fylgjendur þá er maður bara automatic fyrirmynd Já, það er ekkert eitthvað þannig sko ef þú er með podcast kókain, ertu þá bara fyrirmynd kókains? Nei, þú bara fræða fólk efnið Já, einmitt. Þú veist, og ef einhver er að tala kynlífsvörur þá er hann ekkert eitthvað fyrirmynd voru að tala vel vöruna og voru að tala vel þetta og voru að valja í þetta og fara fínt í orðin þú veist, þetta er ekkert þannig þú veist, þú er bara með þitt, þú talar því þú vilt áns ekki að grína öðrum að sjálfsögðu Já. þannig það nú Einmitt. Ertu búinn með meat and cheese? svona smá Ég ætla kannski að fá mér eina sneiði viðbótan að gríti í ógeðið þitt. Herru, þú ert bara komið fótinn upp hérna viltu ekki smakka mixaran? Nei, ég veit bara meat and cheese. Og svo panta þú þér Nutella gott bara fyrir sjálf það. Þið með fá okkur nýtt Hlustar þið mikið á tónlist sjálfur? Já, ég gerir það svolítið sko Hvað ertu svona að hlusta á? Ég er alveg rapparinn, rockarinn, teknohausinn, dægulaga kallinn, þú veist, ég er allt saman, sko. Þú veist, ef að til dæmis núna, ég væri að fara að koma mér í gírinn, skilur, ég væri eitthvað svona dölli, ég væri svona alveg við að sopna, ég þyrfti að koma í gírinn, þá færi ég gott eitthvað svona hardcore techno, skiluru, hardstyle eða eitthvað stemmari, sko. Og ef ég væri kannski, þú veist, í einhverju flipgýr eða, þú veist, þá væri kannski í rappið, þú veist, þetta er svona misjæmt, sko, fyrir til gýrnum, sko. Svo er ég alveg í Ramstan líka, sko, en einhvern veginn get ég samt ekki rockið of lengi einu, skilur þau? Mér það er svolítið svona, of lengi einu, fattur þau? Með rockið, mér það svona, og slag gott og skemmtilegt og alltaf en ekki of lengi, sko. Nei. Nema Green Day, ég fíla það. Já. Eða telst sem rock eða eitthvað what not Allt helst öðru sér fyrir mannskjum. Já, ég eftir hvernig þú hugsaði hlutina sko. Já. En hvað, með að fá sjá þetta goodie bag? Ég er hann svo forritið núna sko. Já, og heyrðu Eru þið viðbúnir? Já. Ég held það sko Ég ætla að byrja á því árinni sín ykkur goodie bagi. Það er svona límin undir Já. og það er möguleiki að hafa þetta svona á borði en eins og við sjáum þið hafa þetta á borði Herri, ég sé og hvað haft þetta er þetta eitthvað niður sko svo getið haft þetta svona þið getið bara klift þetta líka og hengt þetta vekk þetta er svona dömur mínir og herrar Maður sjá Herðu! Squid Games Squid Game maður Ég er 67, var það ekki stelpan? What not? Jú, það getur bara vel verið þú Bjóðstu alveg sjálfur skvísa, já Aha. Þú veit þetta nett. Þetta er fáránlega flott, Ég teiknaði þetta ekki, notaði app og tók mynd af ykkur sem ég sá á annarri síðu Já. Hvað myndi? Já, þetta er hann frá hann stundinni Já, Já. og þá stóð eitthvað sko undir myndin eitthvað höfundaréttur og bla 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 þannig að þú veist Höfundaréttur, þetta eru við. já ég er að segja það þú veist eitthvað, þú veist það má ekki ykkur annar taka og gera og græða sko Átti þetta á digital já, Nei, það sendur við líka já, mér fannst nefnilega sko Við verðum að deila þessu sko mér fannst Já. nefnilega glóka sem voru með bara eitthvað svona, ekkert spes, fattar þau Við erum farið myndatöktu snjúkallins. ég er að segja það, þetta var svona það var ekki að kýtla mig, skilur þau Nei. Við erum að Ekki gefa öskra út nokkra þætti með þessu sko þetta er, ég get bara að senda ykkur þetta bara í tölvupósti þessuna Já, endilega. Við notum þetta fyrir þáttinda. og þá Í dag? getið Nei, náttúrulega hann, það er náttúrulega hann. Nei, bara næsta þessum tveir já, Já, já. Við erum að taka, svo getum við að tekja líma hérna Já, ekki taka það. Límt þetta það fær sem sagt
bæði með kóðanum og án kóðan, skilur Já, án kóðan þá er þetta í akkurat hlutfallinu fyrir þetta er akkurat kassalega, sko já, einmitt Það er Þú getur skanna kóðan, farðu á Ég var að því á skannan Hlaðarp okkar Þetta er alveg, sko Hvernig fannst þið Squid Game? Ég hef ekkert séð nógu vel, sko Nei, ég var að klára þetta í gær sko. Nei, í dag Þá getur snögt með Bam. það Beint inn á þetta Beint inn á þetta Beint á Inga Báu viðtalið Já, þetta er ekki, sko Já, getur sett það nægst þar Takk fyrir þetta maður Þetta er geggja, sko Þetta er geðvikt Klestan Þetta er gúri Settu glasið þitt undir, hana Já, ekki vera heimskur núna Beiglaði bara meira ellið Beiglaði ellið, svona Þá virkar það, sko Ná, þú segja Segðu gamla, Nice. sko ha, Ég er ekki bara trúður Þetta er alvöru Þú ert alveg svona, það er smá artsy í þér Já, það er það, sko Ég er svona Ég er líflegur, ég er skemmtilegur Og fólk svona er að það þykist þekkja mig Sér hvernig hann er oft sagt Akkur ert að hitta hann Sérðu ekki vídeón hans Ertu ekki búin að lesa kommentin Og þá heldur það bara neti sé bara ég Þú veist Eins og Pétur Jóhannarna Já fínt, já sæll Þú veist, hann er ekkert svona takk staglega, skilur Nei Hann er núna með ykkur á sýningu Kaupið með það Nei, ég segi svona Geggisýning, búin að fara á hana Er það? Já, Úf, alltaf góð sko geggja, sko Hvað hétur þetta? Óhæfur, eða ekki? Jú Jú Hefur þið aldrei langað að gera sýningu? Nei Ekki? Nei, þú veist Jú, einhvern tímann á ævinni Þú veist, ég hef alveg hugsað það En þú veist, samt ekki, sko Nei Þú mætt á söngakefni eða ekki? Söngakefnir, eða Nei, ég hef ekki mætt það þannig, sko Ég sá einhvern tímann einhvern frétt Ég var að skoða eitthvað Er það? Getur bara vel verið með Já, þetta verið, það er eitthvað svona secret guest eða eitthvað svona Jú, ég hef komið að svona uppistand, jú, eitthvað svo leis Já Það var svona fyrir, sko, það mátti þá allt, sko Það mátti gera grína þess og hinn Fólk hlópar og fór heim og hessi var góður, ha, ha, ha Svo núna í dag að þú gerir grína allir með skjapil feitum Þá er alltaf ykkur sem að er svektur yfir því og hörundsár og allt þetta, mjög sár Ekki sá sem er feitur heldur hinn sem er grannur Þetta er að finna við það, sko Ef þú segir hommabrandara Það er ekki hommi sem er að koma á kvarta Það eru hinnir Já Hvað þú segir ekki svona homma, skilur Og þeir sem eru fatlaðir og hommar Og ég er ekki að tala alla samt sem aður Þeir vilja láta pínu gera grína sér Pínu Sumir, sko ekki, Þá er ég ekki að tala að hæða staðum hérna á götunni Til hjólastól gamli eða eitthvað svona Ég er ekki að tala það, ég er að tala svona kannski í ykkur uppistandi eða ykkur gríni eða eitthvað svona Nei, ég segi svona, ég hef heyrt það, sko Já Við vilja vera með í hópnum, sko Já, meikar 100% sko Þetta er bara svo að gera grín á vinnu sinum Það er líka munur á því að voru ykkur tveir í IKEA eins og þú veist tala um IKEA, sko Komu upp að mér og eitthvað svona Hvað ertu með barn í maganum og ertu að bara eiga og eitthvað svona Þú veist, það er allt öðruvísi grín heldur en þú væri að kemta í sjónvarpinu Já Skilurðu, það væri bara þannig grín Sérstaklega ferð upp á manneskinu Já. Það er ekkert sniðut því að þú ert ekkert að hjálpa manneskinni Þú ert að láta hann að líða bara enn verð Já Þú veist Og alveg sem með grannamannesku Grönn manneska getur hún fundist hún vera feit eða of grönn eða líður illa þó hún sé grönn, skilur Já Þannig að Maður veit maður á aldrei bara hvernig ekkert fólk að er nefna sko, maður á ekkert að nefna neitt útlit neins Þú veist, ef við getum ekki sagt eitthvað fallegt Slepptu því En hver eru svona áhugamálin fyrir utan samfélagsmiðla? Sko, áhugamálin er bara að hitta vinni mína Mér er mikinn áhuga á því eins og ég var að gera hérna blöð þetta hérna Já Þú veist, ég er að gera svona Spotify og svona Og fólk er að kaupa svona mér ykkur myndir Og ég er að gera svona föndra mikið Prent út föndra Svo finnst ég mjög gaman að fara í sund Ég er bara ekkert farið lengi, þú veist, kuldi og svona Mér finnst gaman að fara eins og Selfoss og Stokkseyri í sund og svona Þú veist, ef það er gott veður, það er bara geggja Fara svona út á land, flippa Gera og græja, skilur, gera TikTok Já Þú veist, það er það, sko Ég veit Ég hef alltaf verið að pæla Þannig að við hvað vinnur við? Ka-ching Ég er að pússa skó Aha
Nei, tjók. Ég er bara að segja Ég er að fylla á, sko, í búð. Þannig að maður er bara að fylla á og gera og græja og gósið og orkudrykkina sem þið er að drekka alveg í tonnatali, sko. Sko, segja það, ég er ekki búinn að drekka orkudrykk núna. Vil ég giska hvað lengi? Þú sagðir eitthvað um daginn. Það eru 32 dagar. 34 dagar. Nei, 41 núna. 41. Og ég náttúrulega, þetta var þannig, ég fór að sofa kannski 4 og átt að vakna 8, skilur, þetta 4 tímar, þetta er ekki neitt. Og svo vaknar þú svona, þið kannist við þetta, alveg að drepa, sko, bara eins og sé uppvakningar, sko, og þið sjáu ekkert í hillingunni en orkudrykkur, hugsið, ég fæ mér bara orkudrykk maður, horfum við að bíja mér, fæ mér bara orkudrykk, alltaf svona, sko. Svo færi orkudrykk á morgnana, blinglaling, komin í vinnuna, ennþá þreyttur, gispand alveg svo djöfullin. Hvað færðu þér? Annan orkudrykk. Glugg. Og svo uppur hádeginu og döðþreytur, annan glugg. Eftir vinnu, glugg. Ánum fyrir að sofa, glugg. Þú veist, það er bara eins og maður sé alkoholisti, skilur. Já. Þannig að ég var bara alltaf með orkudrykkin og hann var ekkert að halda mig vakandi. Ég var svona. Já. Þú veist bara, satt bara í bílu, var ekkert meira hressari eða friskari eða neitt svoleiðis. Nei. Þannig að ég oft hætt og byrjaði aftur og nú er ég bara hættur, sko. Já, einmitt. Það er sniðið, sko. Já, það getur verið erfitt líka, maður er mjög þreyttur og maður hugsi svona og hvað mér langar í eða eitthvað svona. Þú er aldrei farið í kaffi? Já, það er vond lykt af kaffi og bragðið og svona. Já. Það reyndar að góð lykt af baununum. Já. Kaffibaununum alveg bara, oh yeah. Já. En bragðið er ekki gott og Það er bara svoleiðis. það er bara nákvæmlega svoleiðis, sko. Mér langar bara að lesa eitthvað. Langaði bara að lesa eitthvað? Já. Ég glemdi að delivera hvítlegsbrauðinu. Til fólk sem býr hérna. Herru, ég var að pæla hvort það fyrir kannski bara spurningar frá hlustendum. Já, endilega. Það ekki? Jú. Ég settur sérst inn á Instagram myndan því með gormnum og þú finnst alveg nokkuð spurningar. Ok, ekki. Herru, Þú ert með gormun í bílnum, eða ekki? Ég held að það sé í bílum, ég er ekki alveg kláraði. Nei. En ég hef alltaf verið með þar samt, sko. já. Herru, fyrsta er Maggi Mix Virgin. Like a virgin. Nei, ég er alveg búinn að kýtla pinnan. Kýtla pinna. Tickle the pins. Herru, hvenær kemur næsta lag frá King Magga Mix? Ég veit það ekki, sko. Það verður að koma í ljós, sko. Ef ykkur er með stúdíó, heimastúdíó, hvað sem er, þú veist, bara iPad eða whatnot, mæti ég og ég kem með eitthvað sniðut. Þá kemur lag. Bara hit them up, sko. Yes. Magga Vlogs á leiðinni? Nei, aldrei. Ekki aldrei en samt ekki. Nú. Það er svo mikið vinna við það að vera, þú veist, ég var alltaf með myndavélina og mestmögnar deginum er ég inn í bíl eða sita heima á mér eða í sundi eða á klósettinu eða vinna. Það nennir enginn, ég er ekkert að fara að vloga mig hérna. Jæna kokka og svo, ég er inn í bíl, þú veist, ég er í vinnunni, maður getur bloggað þar, skilju, eða vlogga, skilju. Nei, mitt. Þú veist, ég byggja einhvers staðar í Kína eða, þú veist, Kína eða einhvers staðar í útlöndum sem væri alltaf, þú veist, eitthvað að vera Spáni eða eitthvað, þú veist, það er allt annað, þú veist, strendur og þú veist, ég nennir sér ekki lengur, sko. Nei. Þú veist, þú varst alltaf að vlogga? Já, fór bara svo mikið vinn í það, alltaf að finna eitthvað að segja og búa til eitthvað sniðugt og engulinn og taka upp og pása og playa, þú veist. Já, var það þá á YouTube bara? Já, og svo gleyma bara að lifa, sko, maður gleymi bara að lifa. Já. Þá langar maður bara að slaka á, sko. Einmitt. Þú ert líka með hlaðvarp, ekki? Eða er það í gangi? Sko, ég var með hlaðvarp, ég sjálfur, og svo nefndi ég ekki lengur, þú veist, alltaf bara ég einn, þú veist, allir sem eru með hlaðvarp eru bara einir, það virkar ekki nema að setja að lesa upp á bók eða eitthvað svona. En ég bara einn eitthvað að babla þetta og hitt, ég veit ekki. Það heitlaði mig ekki allavega. Nei. Einmitt, hvað ertu gamall? Hvað, veistu það sjálfur? Ég hef ekki. Hvað myndi ég gíska á? Byrju. Þú ert hérna maður sjá 30 eitthvað? Nei, byrju. Ok. Óli náttúrulega tekur inn á bara eitthvað 36 ára. Hvernig vissir það? Ég sá Wikipedia. Já. Ég sá ekki. Og þetta 85 mótil, ekki? Jú. Jú. Það er bara geggjað, sko.
Wikipedia sko. Já, Fyndi. Það er ekki sko. Á hvað var ég ekki búin að tjekka því? ég veit ekki. Þú er bara ekki nógu góður. Nei, ég er ekki nokkuð. Akkur deletaðan læginu opið á gamlastag á YouTube? Þetta hefði kannski ekki átt að gera en það var eitthvað svona copyright strike eitthvað Já. og það var eitthvað í búið að fá eitthvað money ef þú ert með YouTube getur fengið money fyrir það og ég gat ekki fengið money nema vera með ekkert copyright strike eitthvað kjaftaði þannig ég eitti því og svo er ekki bara að fá neitt money og lægið horfið takk fyrir það virka ekki fyrir Ísland og eitthvað jæra satt kom eitthvað bréf og læti og Það var bara bréf heimtíðin. ég fekk eitthvað bréf eitthvað, já, no, you are upchecked that you can do it og eitthvað bla 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 og sign your card up og eitthvað, ég gerði allt sem þetta gera your country is not supported eitthvað nýbúin eða vídeónu en já, það er að há það Ekkert manni að það. Herra, hvað tekur Magnús í bekk? allan 10. bekk nei, þetta var lélegt, ég er helviti lélegur í bekk sko það segi ekki bara 20-30 kíló eða eitthvað, þú veist ég er ekkert í bekknum sko Nei, Bara eins og við. Ha. já, við náðum því alveg, held ég. Já, við náðum 30. Hljótum Nei, náðum náðum 40. Já, getur okkur list meira við? Það er svona allir sem ná 40 það eru 2 fellar það er 20 og 20 Þetta er ekki. Nei, 10 og 10. yes sir Yes. Herra, síðasta, hvað er mikið viðnám í gormnum? sko hann er sko það eru mjög margir sem að segjast bara alltaf að taka gormin og taka bara 1000 eða 500 og mjög margir sem að byrja gornum gera svona þú veist sumir náalið þú veist 2, 3, 4 alveg svona flestir er bara hvernig á að gera þetta skilur Já. og svo finnst mér svo gaman að stríða fólkinu sko og ég er svona sitt svona stillingar svona erfiðarstillingin sko þá gerir svona þá líti út fyrir þetta sé erfitt lítið eitthvað létt á og svo setjum ég svona ég ætla að setja erfiðarstillingu á þig og þau prófa ná ekki neitt ég skal aðeins minka þetta en þá líka þetta erfitt svona aðeins að stríða þeim sko svo segja ég mig ég var bara að plata á svona þannig að þetta er gormur að keiftur í svona nýtjamarkaði fann hann einhverstað nýtjamarka 500 kall spreyjaði hann bleikan hann var eitthvað ljótu litur mann ekki svartur eða grár eða eitthvað og bara spreyjaði hann bleikan og ég búin að vera að leika með hann síðan sko Nú búin að koma mörg á TikTok og því. það er þetta gorm þá var ég líka með teygju Já, þessi tegja sem já, hún fór hérna beint í andlitið og það er hérna bara Já, Wow. Jesus. það er 5 spór gamli Það er ekkert annað. Jésús. þú veist, hún var svona teygjan svona og svo Jesus. það var bara svona frá því að fór alveg í gegn sko munið engu sko Fuck. þannig ég fór bara strax og slis og bara 0-1 og það var sauma bara Já. sem að var geggja sko kannski innan við 1-2 tíma sko það má náttúrulega ekki býða Nei. Hvað var ekki mikið blóð? nei, þetta var svolítið fyndið þetta kom kannski eitthvað svona létta slettur en kannski svo lítið blóðflæði í kinnunum það er gaman að googla þetta Já. googlaði baby, googlaði baby já, þetta er bara stuð sko Já. En ef það var ein bíómynd sem þú myndir horfa á bara alltaf, hver var það? sko það yrði þá ef við notum útilokunarferðina það verður að vera bíómynd sem að er ekki svona eitthvað svona þú veist hvað gerist skilur þetta er ekki svona þú ert að horfa eitthvað vondakallinn þú veist alltaf hvað gerist það verður að vera þá eitthvað svona sorgleg mynd eða eitthvað fjölskyldumynd eða eitthvað sem að snýst ekkit eins og til dæmis Daddy's Home það er ekkert eitthvað þú veist hvað gerist þetta er bara svona fjölskyldumynd þú horfir á hlærið hefur gaman þú veist Mr. Bean skilur hlærið hefur gaman nefnir þú horfir eitthvað svaðilega spennumynd mann með hníf og poppoka og ætlar að drepa það skilur svo horfir á hana þú veist alla ævi þá veist alveg hvað það er að fara að gera skilur þannig að ég myndi velja bara eitthvað góða grínmynd sko Já. Hvað myndir segja að sé svona uppáhaldsmyndin? Eða þetta er bara eða þurftir að velja sko ég myndi já það er ein mynd sem að heitir
hvað heitir hún aftur, en hún var mjög góð, hún var fjölskyldu sem að fara í eitthvað ferðalag og það gerist það svona óhöpp í ferðalaginu, þú veist, við erum á bíl Bara vacation Jú, vacation, jú, Já. það var hún mér var svo mjög skemmtileg sko. Mjög góð mynd sko Alveg, vacation Hann með fatlaða bláabílinn hana sem virkaði aldrei og var með fullt af stillingum Dæju! Jesus. Nei, þú varst að segja þetta væri ró sko Já, ég veit að Það er bara svona að prófa það sko þetta klipaði ekki þetta er bara- Óli náttúrulega með hirna þetta heyrðist bara mjög hátt í Já, eyrunum. þú meinar, þú ert ekki með ró heyrnartæki sko Jú, bara þú veist, það bara heyrist jafn hátt og þú segir Ég það veit það, þetta er ekki sko Shit, ég var hrætt Nei, ég fatt að þetta ekki sko Ég er alltaf að horfa á, þið kannski sjáu það Ég er búin að vera að horfa svolítið stundum á þennan gæja sko Takk fyrir mig Ég er aðeins að tjekka sko Ég ekki var ekki horfa- að pæli að þú væri með sko Horfa á mig, minn gæja Nei, ekki sko Þetta er bara myndefni fyrir sig sko Shit, hvað það myndið maður Já, hérna, levels Já, Levelsen, grænu Hefur mikið áhuga á svona græjum? Já, ég hef svolítið áhuga á græjum sko Og mér finnst eiginlega græjur Mér finnst margt pirra mig við græjur í dag sko Nú? Þú veist, þú kaupir karaoke græju Og svo kaupir þú kannski þráðlösa mikrofón fyrir 100 kall Ég er ekki ríkur, fátækur eða eitthvað er Safna mér allt svo leiðis, kannski fyrir giggin eða eitthvað Og svo tengjur þú kannski mækin við Og svo þegar þú ætlar að prófa mækin Og þá heyrur suð Eða þegar þú talar í mækin Þá heyrur þú ógislega hátt Rauðiparturinn hana Decibelið fyrir ógislega hátt Svo lækkar það að fyrir lágt Þú endar með því að vera með handun Þetta græju sko Skilur, maður þarf alltaf að vera með ógislega góðar græjur til þetta virki Já Minnst það pyrra mig sko Þú kefti nú eitthvað svakalega spíkar hana Ég og Bjall Já, ég kefti svona partíspíkarinn, já, sem ég var live Hann er mjög góður. Svo er ég með annan spíkar sem heitir eitthvað boombox eða eitthvað, ef við segjum hann heitir það bara og hann er fyrir neðan og hinn er fyrir ofan. Sá fyrir neðan, hann spila tónlistina en sá sem er fyrir ofan, hann er bara mækin. Já. Þannig að þá getur að hækka mækin sér en tónlistin alltaf minnst það mjög sniðut sko. Já. Og talandi um það, þá er að fara ég og fleiri, það er á Selfossi, neina, Selfossi góður, það er í Hveragerði hérna, það heitir Rósakaffi, 30. á laugardaginn, verður karaoke og grímuball, það er svona út af þessu hérna Halloween, Já. svona Halloween karaoke. Það er geggjað sko, ég ætla að fara að vera með karaoke aðra hver 50 dag alltaf. Svo ákveðu að vera bara, þú veist það er, akkur ekki vera með karaoke líka. Já. Og Halloween, stemmingu. Og þetta er ekkert að fara að vera eitthvað 1000 manns, þetta er bara að vera, þú veist, 10, 20, 30, 50 manns, það er bara kósi, skilur. Hvað er svona go to karaoke-lagið þitt? Sko ég er alltaf verið svona hana I Want It That Way með hana Backstreet Boys. Mér finnst það gott og svo hana Brown Eyed Girl kann það svolítið og hana væri til að læra svolítið söng sko, ég er ekki góður í að syngja, mér finnst það gaman og ég skemm alltaf röddina þegar ég byrja að syngja. Það verður alltaf eitthvað svona ónýtt röddin og ég vil það ekki sko. Nei. Ég vil ekki fara í eitt svona söngskóla, læra the basics. Maður á ekki að syngja með röddinni, maður á að syngja með maganum og jara sko, þindinni og eitthvað kjaftaði sko. Þannig að ég myndi læra það væri geggjað sko. Bara ef ég næði að syngja gott karaoke þá er ég sáttur sko. Svo er ég náttúrulega með partí heimahúsi. Bing. Þá tek ég græjuna með þessa litlu, hún er alveg nóg í heimahús. Þar kem ég heimahúsi, kveiki græjunni, segi eitthvað fyndið, syng, þú veist bara fellar, allir glaðir. Já. Ég er að pæla að byrja í blokk eða? Nei, ég er ekki aumingi. Nei, ég býð ekki blokk. Nei, ok, ég var að reynda að pæla þessu þegar hún live, þannig að þú veist að syngja, ég bara alltaf að segja ykkur. Það endar alltaf í að flytja í blokk sko. Býð ekki heimahúsi. Þetta er einbýlishúsi þá? Já, ég býð í Kópavöru bara sko, eins og er, en svo náttúrulega ég plani að flytja ykkur tíma skilur, en þú veist hvernig markaðurinn er. Já. Fastnaverði er á 22 og svo nú sett á 30 eitthvað 6, þannig að bara rugl. Þannig nágrandir er ekkert að trufla þig? Þú notar ekki mína 5 skall til að skeina þér, nota þína eigin.
Fólk fattar þetta ekki telt. Svo er þetta allt klift, svo kemur eitthvað klippur og samhengi, allt sem ég segi. Já, ég var að horfa svo vídeo eitthvað Maggi Mix er á móti feitu fólki. Já, allt, það er klift sko. Það var fárlega Segir kannski svona, segir maður sér að bannað að berja ljósastaur. Já, þá segir kannski svona berja dýrin, já. Þú veist, allt klift sko. Orðið berja, svo einhvern tímann sagði já og það á og svo heldur ykkur að þetta sé ég. Við klippum oftast í samhengi sko. Það er alltaf eitthvað svona skemmtilegt Já, þið með alveg leik ykkur eins og þið viljið sko. Ég er að tala um ykkur annar klippir þetta sem ég er að segja núna. Ef ég segi eitthvað svona ég ætla að fara að snæða hund í kvöld og svo er það klift og þá heldur ykkur að ég sé bara að fara að snæða hund eitthvað svona ég er að fara að gilla nágrannan og halda þegar ég sé bara að því sko. Þetta er bara flip sko. Sérðu mikið af þér á TikTok? Já, blessur, það er eiginlega bestu vídeoin. Mynd sem ykkur tekur mig og segir eitthvað fyndið og tekur mig svona eitthvað klipp og setur inn. Það fyrir alveg 2000 likes. Já. Ég myndi setja eitthvað sipað inn 500 likes eða eitthvað svona, þú veist. Já, og mitt. Og ertu oft taggaður í einhver vídeo? Er það alltaf bara, eða er það bara svona ekki tagg? For you pets. Já, með mitt. Bara einhver setur vídeo af mér eitthvað flip, það ferða bara for you pets, bara punktur. Þú verður að henda þessu inn eina. Þetta er bara algoritminn, sko. Það sér bara mixanir mættur, það er bara for you pets, sko. Kjaftaði, sko. Þú verður að henda þessu inn sem tókum upp á hann. Já, tókum upp hann að þú að gera eitthvað grína mér á fótboltinn. Já, mixarinn kom með geggjadix. Já. Diss, jésús, ég gæti ekki tala hann í 3 sekundir. En hlusta þú sjálfur á hlaðvörp? Ég hef hlustað á svolítið beint í bílinn. Geggjað hlaðvörp. Það er svo ró. Sko, það er sko ró. Það er einhvern veginn, það er ekkert handrit. Það er Sveppi og Pétur. Setja sinni bíl og það er bara að tala í klukkutíma allt og ekkert. Já. Það er geggjað og Sveppi geggjað líka. Hann bara segir það sem hann segir, alveg sama, bara segir það sko. Eitthvað, keyrum við þessa konu, þú veist, maður má ekki segja það í dag, þú veist, keyrum við konu það bara, þú veist, þú segir það, þá ertu bara drepinn sko. En hann segir það bara, herru, hann fer í takti sko. Ætli fáum hann að fría kaffibólla, segir við Pétur, ég veit ekki, sjáum bara til. Við erum spánsaðir hérna á takti, svo kemur konan. 590. Þessi verður rekinn strax, segir hann. Þessi verður rekinn strax sko. Hann er æðislegur. Ekki það hann sé að segja það, en hann er bara svona segir það sem hann segir sko. Já, hann með drull. Þetta er bara grín, hann er ekkert svona vondur kall eitthvað heimi á sig skilur. Nei. Það er bara í flippi sko. Óli, hvað er alltaf að fikta? Þetta er ekki, hann verður að fá sér að drekka skilur. He talk the talk sko. Hann er þyrstur. I'm thirsty. Já. En hvað segir þið, fyrir við bara að fara að kalla gott? Við fyrir að kalla þetta gott. Þá segir ég bara takk fyrir að koma. Já, það ekki bara. Jú. Voru að koma með svona, segja eitthvað í lokin, eitthvað svona, hefur eitthvað til að segja? Ég segi við alla þá sem að sitja heima og langa að gera eitthvað skemmtilegt að ekki vera pæli að fá sér mestu likesinn og viewsinn og eitthvað followers. Ef þú gerir ekki eitthvað sem þér þykir ekki gaman að gera, þá endurst ekkert lengur. Ekki vera að gera sem allir að gera bara til að fá likesinn. Þú veist, þú verður að hafa gaman að þessu. Það er bara svo leiðis. Þú veist, annars bara getur þú bara sleppt þessu sko. Þú veist, alltaf allan daginn, þú vaknar á morgnana, ég verð að gera svona því allir eru að gera svona. En langar er að gera svona? Nei. Þú fær kannski 5 likes og kannski 0 views eða 3 views. Hvort viltu fá 100 views og hefur gaman að því eða 10 views, þú verður ekki gaman að því. Peace.